síðasta þætti skildu leiðir okkar og hjónanna Egils Ólafssonar og Tinnu Gunnlaugsdóttur eftir að þau hefðu heimsótt draumaland sitt í Kverkfjöllum. Draumurinn var sem sagt að komast upp á Kverkjökul og hann rættist. Undir þessum mikla jökli gat Egill hort upp í himinbláman sjálfan í gegnum gat á jöklinum sem liggur niður í hinn fræga íshelli sem Volg á hellur Egill var störfum hlaðinn þessa helgi og þess vegna ekki tími til þess að baða sig í ánni eins og menn sækjast jafnan eftir að gera. Og þegar hann kom út úr hellinum hefur honum væntanlega verið svipað innanbrjósts og fjallaeyvindi þegar hann var að kanna hættulega en jafnframt heillandi stigu til fjalla á sinni tíð og Halla beið þess að hann kæmi úr háskafjörð. Að minnstakosti var til á staðnum stutt stílfærð svipmynd með Agli og Tinnu áður en þau flýttu sér til Egilsstaða. En hugurinn reikar hér óhjákvæmilega til frægustu hjóna sem átt hafa bústað hér á hálendinu, Fjallaeyvindar og Höllu. 30 kílómetra fyrir norðan Kverkfjöll sem sjást neðst á þessu korti liggur leiðin Hvannalindir og áfram út Krepputungu. Þar bjuggu þessi frægustu útlagahjón Íslandssögunnar. Helga ekur þessa leið eftir að hafa skilað okkur í flugvélina. Allt þetta mikla svæði var mönnum að mestu ókunnugt þegar Pétur Pétursson á Hákonastöðum leitaði Vatnajökulsvegar árið 1834. Og það var ekki fyrir 1880 sem svæði var kannað að einhverju marki. Þar ekið Eyðisand á hraun, þetta skyndilega komið í gróðurvin í 630 metra hæð yfir sjó. Í Hvannstóði undir hraunbrún kofi landvarða rétt við vaðið á Lindaá. Hér erum við komin á slóðir Eyvindar á Höllu, því að nokkru hér fyrir innan ætlum við að fara rústunum að bæ þeirra sem fannst 1880. Kverkfjöll í suðri og Herðubreið í norðri myndar baksvið örlagasögu útilegu hjónanna sem hér þraukuðu við óblíð skilyrði. Við förum yfir Lindaá og suður til rústanna þar sem Eyvindur sá, eins og segir í ljóði Jóns Helgasonar, eitt samfellt hjarn sunnan til Herðubreiðar. Það er fallegt að sjá til suðausturs í áttina til svæðisins suðaustur af Öskju. Við brúna á ánni Kreppu fyrir vegurinn út úr Krepputungu og leiðin liggur nú Vikurorp í hraun og Sandfláka norður í Möðrudal á fjöllum. Hér má sjá gróður sem veikburða að reyna að lifa við óblíð skilyrði. Helga núna á móts við fjalladrottninguna Herðubreið en undir henni næsta draumaland Ingunnar Svavarsdóttur, oddvita á Kópaskeri, Herðubreiðalindir. Arnardalur á þessari leið. Þangað flúði fólk drepsótt á sínum tíma þannig að það eru fleiri en Fjallaeyvindur og Halla sem hafa lagst út á þessum slóðum á ýmsum tímum af margvíslegu tilefni. En við ætlum að leysa ferðadæmi Ingunnar Svavarsdóttur með aðferðinni flug og bíll frón. Svona liggja leiðirnar í dag. Bíllinn fer norður í Möðrudal og Grímsstaði á fjöllum en leiðin upp í Herðubreiðalindir liggur frá hringveginu nokkru fyrir vestan Grímsstaði. Flugvélinn fer hins vegar norður til Kópaskers að sækja Ingunni sem ætlar að eyða dagstund í draumalandi sínu. Þegar fréttir bárust af vanda í atvinnulífi og Kópaskeri vakti Ingunn Svavarsdóttir þjóðarathygli fyrir stillilegan og góðan málflutning. En nú hið erfiðasta að baki og Ingunn trúir á góða framtíðamöguleika byggðarlagsins
meðal annars í fiskeldi sem nýtur góðra skilyrða hér. Þarna niðri silfurstjarnan. Á leiðinni suður í Herðubreiðarlindir jarðvegseyðing áberandi, jafnvel úr lofti séð. Og í þurri sunnanátt verður víða moldrok á þessu svæði, svo að moldarstrókarnir sjást langt að úr lofti. Þetta vekur athygli Ingunnar. Á jörðu niðri á þessu svæði sést þetta auðvitað ennþá betur. Smá útúrdúr til að sjá það. Á 100 ferkílómetra svæði beggja vegna Jökulsár á Fjöllum eitt mesta uppblástus svæði á Íslandi, þar sem víða hallar ískyggilega undan fæti í fallegum gróðurlöndum. Hér gífurlegt verkefni óunnið, ef það á að takast að snúa vörn í sókn. Hvað það? Myndirnar segja meira en mörg orð. Bíllinn þeysir nú suður slóðina sem liggur suður í Herðubreiðarlindir vestan Jökulsár á Fjöllum. En þetta tafsamt eins og þið sjáið og flugvélin verður á undan. Við erum komin, Herðubreið. Jökulsár á Fjöllum, upptýpingar Kverkfjöll. 5 kílómetra fyrir norðaustan Herðubreið við rönd Ódáðahrauns þessi magnaða gróðurvin í eyðimörkinni. Þar sem margar lindir koma fram undan hraunbrúninni og sameinast í bergvatnskvísl sem heitir Lindaá. Við lendum á Eiðisandi rétt fyrir austan lindirnar og skoðum þennan stað hinna miklu andstæðna. Hér í tæplega 500 metra hæð yfir sjó hafa fundist 72 tegundir háplantna. Hvönn, gulvíðir, sóleyjar, fíflar og aðra skrúðjurtir sem gleðja augað. Ég spurði þig þitt draumaland, þá dettur manni fyrst í hug þú ert heima á Kópaskeri. Hvers vegna ekki Ásbyrgi eða eitthvað nær heldur en Sprengisandur eða Herðubreiðarlindir? Ég hugsa að Herðubreiðarlindir sé svona draumastaðurinn minn eða skemmtilegu staðurinn í mínum huga vegna þess að ég kom hér þegar ég var 12 ára gömul og það var mitt fyrsta skólaferðalag. Mér fannst ég vera ákaflega þroskuð og fullorðin og hafði ákaflega gaman að því að vera að fara hér í fyrsta skipti frá foreldrunum í ferðalag og tók mikið af myndum en því miður þá var ég með linsuna lokaða allan tíman. Svoleiðis að ég fékk engar myndir til þess að styðjast við en ég geymdi þetta nú í huga mér, þessa fallegu vin hérna í auðninni og sérstaklega finnst mér skemmtileg hvönnin og eirarósin og þessi lækja niður hér inni í miðri auðninni, það finnst mér mjög fallegt og nú Herðubreið, hún finnst mér vera drottning fjallanna. Mér finnst hún minna mig á skautbúninginn íslenska sem að ákaflega tign í mínum huga og mér finnst sem sagt toppurinn á Herðubreið minna mig á skautbúninginn fjallkonunnar eða skautbúninginn okkar íslenskra kvenna og þess vegna finnst mér gaman að koma upp á Herðubreið. Og nú svo eitt enn sem að mér finnst skemmtilegt við þennan stað að hann svona miðsvæðis milli Austurlands og Norðurlands og ég austfirðingur, ég héraðsbúi og maðurinn minn norrlendingur, hann úr Núpasveit í Norður-Þingeyjarsýslu og þetta svo staður sem tengir Austur- og Norðurland. Þess vegna finnst mér hann fallegur. Sumir sem koma hingað verða fyrir vonbrigðum, það kannski vegna þess að þeir líta ekki á því smá, að það þarf svolítið að lækka sig. Já. Það þýðir ekkert að koma hérna og líta yfir þetta og segja hvað er hérna merkilegt. Já, nei, það alveg satt, maður þarf
geta séð hvað næst jörðinni og kunna að meta gróðurinn sem svo mikill og skemmtilegur hér. Og sérstaklega finnst mér andstæðurnar skemmtilegar af því það svo stutt út á svartan sandinn þar sem engin gróður og það finnst mér gaman að sjá að það hægt að rækta upp og það hægt að hafa mikinn gróður ef við hugsum það og landið fær að vera í friði. Nú þarna einmitt í þínu nágrenni á Hólsfjöllum, sérstaklega þarna á norðanverðunni, geysilega alvarlegur uppblástur sem við sjáum einmitt vel þegar við fljúum upp með Jökulsárgljúfri, þá sjáum við andstæðurnar annars vegar Hólmatungurnar og síðan þennan uppblástur allt í kring. Þegar þú sér þetta svona á lofti, hvað finnst þér það? Mér finnst það hræðilegt til þess að vita hvað mikill uppblástur einmitt á þessu svæði og við verðum oft vör við það á Kópaskeri því að það svo mikið moldrok sem að koma eftir mikla þurrka að það verður nánast ekkert skyggni og það alveg ömurlegt til þess að vita að þarna skuli landið okkar vera að blása svona upp en ég held að við séum nú öll að vakna til meðvitundar það hvað þarf að gera og ég veit það að bara í næstu sveit við okkur þarna í Öxarfirðinum þar verið að tala að koma á beitarstjórnun og girða af þetta landsvæði þannig að ekki komi til frekari skemmdir af mannanna völdum eða skepnugangi svoleiðis að þetta allt í áttina. Hvernig lítur þú á ferðamálin? Telur það að sé orðið mettað? Við erum að fara að sporna við því að fleiri komi? Ég get nú ekki sagt að fyrir Kópasker og norðausturhornið að það sé of mikið að ferðamönnum hjá okkur en auðvitað þarf að vera jafnvægi í þessu eins og öðru en ég held að þetta sé það sem að við þurfum að leggja rækt við þurfum bara að kunna fótum okkar forráð í þessum efnum eins og með öðrum og undirbyggja það vel þannig að við skemmum ekki landið okkar en samt sem áður að við kunnum að taka á móti gestum og segja þeim frá okkar sögu og okkar mannlífi, leyfa þeim að kynnast okkar þjóðlífi. Mér finnst það alveg sjálfsagt, alveg eins og okkur finnst sjálfsagt að við fáum að heimsækja önnur lönd og kynnast heiminum í kringum okkur. Margir hrukku við þegar þetta kom fyrst upp að selja inn í Dimmuborgir og kannski á eftir að selja inn á þennan stað hér. Hrökkst þú mikið við? Nei, mér finnst það sköpu eðlilegt, það alveg í samræmi við það sem við þekkjum erlendis. Það þarf náttúrulega peninga til þess að halda við þessum stöðum, gera göngustíga og vera með fólk sem tilbúið til þess að fræða staðina og einhver staði verða peningarnir að koma til þessa og mér finnst það ákaflega eðlilegt að borga fyrir það. Og fólk náttúrulega kannski vill líka fá slíka þjónustu sem kemur á staðinn? Já, ekki síst náttúrulega erlendir gestir. Ferðafélag Akureyrar reisti hér skála, landverðir Kári Kristjánsson og Ragnheiður Jónsdóttir. En hvað mikill átrónningur hérna? Hvað flest hérna, Ragnheiður? Það var suma daga þá gat verið hérna helgar þar sem lentu saman margar ferðir. Ég man í fyrra vor að þá var það í byrjun júlí að þá voru hér yfir 400 manns á svæðinu eina helgi og raun og veru þá þoli svæðið ekki svo marga í einu, ekki með góðu móti. Líka vegna þess að þá hætt að við verum uppskrokk með vatn. Það hafi ekki undan að dæla nóga vatni og vatninu undir staðan þegar maður með svona margt fólk. Já. Það pláss fyrir marga í skálum hérna. Það nú skráð hér í bæklingum að skálinni að taka 32. En ég held að það sé nú ansi vel pakkað ef það á dvöl fjallaeyvindar og Höllu á Öræfunum. Sagnir herma að eyvindur hafi dvalist hríð í svonefndum eyvindarkofa í Herðubreiðarlindum. Þrátt fyrir það hvað þetta afskekkt þá hefur martröð hans áreiðanlega verið sú að einhver kæmi að gatinu á þakinu sem farið var niður inn í kofan og ávarpaðan heldur hösturlega. Eyvindur, þú ert fundinn. Þetta hefur verið skelfilegt fyrir hann að hugsa til þess að einhver kemur að honum svona. Allra versta. Það ummerki eyvind norðar í lindunum.
Eyvindur og Halla eiga sér enga hliðstæðu í íslenskri sögu, eins og kemur glögglega fram á áletrun á plötu sem rétt við kofan en á henni stendur meðal annars: Fjalla Eyvindur hafði hér vetradvöl, hann lifði lengur í útlegð en nokkur annar Íslendingur, 20 ár. Friðhelgur lauk hann ævi sinni í byggð ásamt konu sinni Höllu. Ég sé þig elta heim í hreysið, við hraunið, máni að baki skín, þinn eigin skugga, auðnuleysið, sem eitt hélt tryggð við sporin þín. En var hann hamingjusamur? Ég geti vel trú að þarna hafi skipst á skín og skúrir hjá honum eins og hjá okkur öllum. Hann hefur eflaust kunnað að meta víðáttuna og fegurðina sem hér upp á Reyjufjöllum, en eflaust hefur hann líka saknað nábýlis og samskipta við fólk niður í byggð. Svoleiðis að það hafa eflaust verið ánægilegar stundir hjá honum og svo dapurlegar inn á milli, eins og hjá okkur öllum. Já, það er alltaf ábyrgandi að Íslendingar eru svolítið heillaðir af óbyggðunum og það er svona litlir fjalla Eyvindar og Höllur í okkur öllum. Já, það er það. Sem betur fer, annars ef við kynnum ekki að meta landið okkur, þá er ég hrædd að fara illa fyrir okkur. Já, en kunnum við þá að meta landið okkar? Þú hefur verið dálítið einarð í þinnu tali fyrir hönd landsbyggðina, getur við sagt, og aldrei hefur þetta verið meira umrætt en núna. Nú hefur verið að ræða hvort álver komi eða komi ekki og hvort það farið þangað eða hitt. Já. Ertu bjartsýn? Ég er bjartsýn á byggð hér í landinu öllu saman. Já, ég er það. Ég trú ekki öðru en að við komum til með að sættast á það öll að halda öllu landinu í byggð, því að það er sem betur fer að vakna skilningur á því að það er engin lausn að ætla að steypa alla í sama farið með því að láta alla verða þéttbýlisfólk til dæmis. Já. Við missum svo mikið með því. Við þurfum að hafa möguleika á því að fá að vera við sjálf hver svo sem við erum, og við erum ekkert öll eins og við þurfum bara að rækta það í sjálfum okkur sem að okkur finnst ástæðu til að halda í heiðri, og til dæmis bara dreifbýlismenningunni. Mér finnst hún ekkert síðri heldur en þéttbýlismenningin, en ég vil heldur ekkert gera lítið úr þeirri menningu. Þú hefur nú kynst báðu því að þú lærður sálfræðingu. Já. Hvað lærður þú? Ég lærði bæði náttúrulega í Háskóla Íslands og svo var ég út í Gautaborg og lauk mínu námi þar. Ég var líka í Chicago 1 ár og lagði stund á tölfræði þar og tölvufræði, en mér finnst heillandi að búa á mismunandi stöðum og gaman að skipta þessu upp, vera stundum í borg og stundum í sveit. Já. Þannig að þú hefur kynst sem sagt lífi erlendis og hefur samanburð. Já, já. Þú hefur alhliða samanburð bæði hér og erlendis. Ég veit ekki hvort ég hef nokkurn alhliða samanburð, en ég hef svo lítinn samanburð. Já. Og mér finnst að það að hafa búið erlendis hafi kennt mér að kunna meta Ísland meira heldur en ég kannski gerði áður. Já. Það er ekki sem togar þig úr landi eins og margir óttast. Nei, alls ekki. Sumir setja reynda dæmi þannig upp að ef það sé skárra að fólki flytji á suðvesturhornið heldur en að missa það úr landi og setja þetta eiginlega upp sem eiginlega valkost. Viljum við hafa svo há lífskjör hérna við getum keppt við útlanda þjóðir eða getum við haldið landinu öllu í byggð nema að lífskjörin farið það mikið niður að við missum fólk til útlanda og það sé verra. Já, ég held að við séum nú að lifum svo mikla breytingatíma núna að það verði ekkert langt í það að við Íslendingar þurfum á öllu okkar að halda til þess bara að halda samstöðu okkar land. Bara ef við lítum á hvað er að gerast í umheiminu, það er fjarlægðir að verða svo stuttar, það er að verða svo mikil alheimshyggja að ég er alveg sannfærð það að við eigum eftir að sjá miklu meira sameiginlegt sem við eigum, þéttbýlisfólkið og dreifbýlisfólkið, heldur en það sem skilur okkur að. Þessi dvöl Ingunnar í draumalandinu er á enda. Hún hefur bætt við minningarsjóðin frá æskuárunum og er staðráðin í að fara hingað aftur við fyrsta tækifæri og þá með manni sínum, því saman hafa þau aldrei komið hingað. Slíkir eru töfrar draumalandana fjölmörgu sem dýrmætasta eign þjóðarinnar, landið sjálft, býr yfir.